Ok, í þessu myndbandi ætla ég að sýna ykkur hvernig á að skrifa grein í WordPress, en það er í rauninni mjög einfalt. Þið hérna farið inn í dashboardið og farið inn á vinstra megin, þar er post, veljið add new og þá er þið komin inn í inn á þetta svæði. Þetta er virkar svolítið bara eins og Word. Þið skrifið greininu hérna, það er hægt að velja HTML eða Visual. Mæli með að velja Visual hérna ef þið vitið ekkert um HTML, en ég ætla ekki að fara út í það hér. En allavega hérna eru nokkur atriði sem ég ætla að útskýra. Ég ætla að tala um bara alla þá hlutir sem þarf að nota hérna og ég ætla að sleppa hinnum. Það er alls konar draslinnar sem maður þarf ekki að pæla í. En þegar maður byrjar þá skrifa maður titil á greinina. Segjum til dæmis, gefum okkur að ég ætla að tala um bara, þú veist, hvað er skemmtilegt að blogga. Skrifa hérna, það er mjög skemmtilegt að blogga. Þá kemur upp slóð hérna sem er gott að hafa eitthvað lýsandi. Til dæmis það er mjög, mætti alveg sleppa þessu skemmtilegt að blogga, er skárri titill. Betra að hafa titilinn stuttan og lýsandi og slóðina líka. Og titillinn, það þarf að setja hann líka hérna fyrir neðan. Ef þið eru með pluginu sem ég talaði um daginn, all-in-one SEO pack, þá þið að vera með svona kassa hérna líka fyrir neðan greinina, það sem þið skrifið inn titilinn og lýsinguna. Það er mjög mikilvægt að hafa góða lýsingu líka. Ég skal sýna ykkur af hverju það er. Til dæmis fer ég hérna á Google og leita að einhverju, segjum bara hundur. Ég leita að hund og hérna er titillinn. Þetta er það sem leitavélin sér. Það er þetta hérna. Og lýsingin, þetta hérna, það er akkurat þetta sem við skrifum hér. Þannig að sjáu það, ef þið viljið að fólk leiti að einhverju dóti á Google og sjáu síðuna ykkar og íta á hana, þá þarf titillinn að vera góður og lýsingin þarf að vera góð. Þannig að það er mjög mikilvægt að skrifa góða lýsingu. Það skiptir öllu máli að titillinn og lýsingin sé góð. Ok. Næsta sem ég ætla að tala um er þessi kassi hérna, Publish kassin. Það eru 3 takkar hérna sem þið þurfið að þekkja. Það er þessi hérna Save Draft. Til dæmis segjum að ég sé búinn að skrifa eitthvað smá hérna. Þá get ég gert Save Draft og þá er ég búinn að seifa greinina. Ég get lokað þessu ef ég vill og komið svo aftur og haldið áfram að skrifa greinina. Og annar takk hérna Preview, ef þið ítið á hann, þá sjáu þið hvernig greinin lítur út þegar þið eru búin að birta hana. Það er gott að gera alltaf preview áður en þið birtið greina því að þið viljið vita að hún líti ágætlega út og það sé einhver villur í henni og svona. Og hérna kemur Publish takkin. Þetta er takkin sem þið ítið á þegar greinin er tilbúin og þið eru sátt með hana og viljið henda henni inn á vefsíðuna fyrir almanna augu. Og næst er hérna categories, þetta eru flokkarnir. Til dæmis ef ég var að skrifa hvað það væri skemmtilegt að blogga, þá myndi ég kannski vera með flokk sem heitir að blogga eða eitthvað svoleiðis, en segjum bara hérna, veljum bara greinaskrif og þá er allt þetta komið. Nú ætla ég að fara að útskýra þess að hérna takka hvað þeir flestir gera og ég nenni ekki að vera að skrifa eitthvað mikið texta inn, þannig ég fer bara og hérna kopía bara eitthvað. Bara kopía þennan texta, bara tvisvar. Bara svona til að sýna ykkur hvernig takkanir hérna virka allir.
en eins og þið sjáu ég gerir preview hérna og sjáu þið textin er komin inn í greinina, en ég er ekki búinn að birta hann það. Og ok, byrjum hér. Þessi takki hérna, hann gerir innan texta boldaðan alveg eins og í Word, það er svo sem ekkert að útskýra þetta. Þetta gerir texta skáleitraðan. Þessi takki hérna gerir svona línu í gegnum textan. Og þessi takki hérna gerir hérna svona undirstrikaðan texta. Sjáu þið, boldað, skáleitrað, gegnumstrikað, undirstrikað. Og hérna, já, best að sýna ykkur bara hvernig það setja inn mynd. Þannig að veljiði staðina sem myndin á að vera. Ítið á en taka hérna, add image. Og ef þið eru með það á tölvunni ykkar þá veljið hérna select files. Og ég er hérna með alveg slatta af einhverjum myndum sem ég hef borgað fyrir. Ég er svo á eignarrétt á þessum myndum, ég er svo sem mæli ekkert sérstaklega með því að vera að stela myndum á Google þó að það sé mjög ólíklegt að það komist upp. En ég ætla bara að hendi þessari hérna mynd. Þetta er einhver stelpa að borða einhver rifi eða eitthvað. Ég keypti þessa mynd fyrir eina grein sem ég skrifaði á Chris. Ok, ég geti haft þetta tómt, gott er að hafa hérna alternate text það sama og greinin snýst til dæmis það er skemmtilegt að blogga, eða það geti haft þetta tómt en ég fer í það síðar hvernig á að gera þetta allt saman. En allavega þetta hérna skiptir miklu máli. Svo að hvar myndin á að vera, none, þá birtist hún ekki, left, þá er hún svona límd vinstra megin á síðunni, center, þá er hún í miðinni, right, þá er hún hægra megin. Og hérna veljið stærðina medium og large eða full size. Ég ætla að hafa hann í miðjunni og í fulli stærð og gera insert into post. Það sjáum við hvað myndin er komin og ef ég gerir preview þá sjáum við hvernig þetta lítur út. Sjáum við myndin er komin inn í greinina og hún er þarna í fullir stærð í miðjunni og svona bara passar ágætlega vel inn í þetta allt saman. En mest ætla ég að fara í sýningu hvernig á að gera lista. Atriði 1, atriði 2, atriði 3. Tökum þetta, highlightum þetta. Veljum taka hann hér unordered list. Eða byrju, ég ætla að kopja þetta fyrst. Velja hérna unordered list. Förum í preview. Og þá sjáum við að það er komin svona upptalning. Reyndar ef þið gerir þetta í einhverju öðru þými þá verður ekki svona appelsínugulur hringur, það verður svartur hringur en það skiptir ekki öllu máli. Og svo ætla ég að sýna ykkur hinn upptalningalistan, það er ordered list. Kíkjum á það. Það sjáum við ordered list, þá eru svona tölustafir. Ef þið eru með 5 atriði þá kemur sjálfkrafa 1, 2, 3, 4 og 5. En ef þið eru með unordered list þá sýnir hann bara þessa punkta hérna en enga tölustafi. Og hérna er takki sem skiptir máli. Block quote heitir hann, þá tekur þú einhvern texta út og setur hann í svona aðeins öðruvísi form. Þetta er gott að nota tilvitnanir, segjum að þið verið að vitna í Einstein eða eitthvað, þá væri mjög smart að setja það í svona í quote. Afsakið þetta. Já, sjáu hérna. Þetta er svona textin sem ég setti inn í block quote og sjáu að þetta er svona lítur svona út eins og tilvitnun. Það er eitthvað strik hérna vinstra megin við hann og hann er skástrikaður og hann er aðeins grárri og svo er náttúrulega alveg hægt að breyta útlituna þessu hvernig þið viljið að svona quote líti út, en það er seinna tíma vandamál. Hérna eru 2 takkar sem eru mikilvægir. Það er insert edit link og unlink. Sem sagt, þið ætlið að búa til hlekk eða link á einhver aðra síðu, þá ítið á þennan hérna. Þess að
highlightið texta, til dæmis hérna texta, veljið insert link, skrifið hérna mbl.is til dæmis, og ef þið viljið að það opnast í nýjum glugga eða nýjum flipa, þá hakið hérna við og vitið all link og previewum þetta. Þá svo sagt þetta linkur yfir mbl.is. Og ef þið viljið eyða linknum út, þá svo sagt bara smellið á þetta og ýta hérna unlink. Hérna getið þið notað þetta ef þið eru að skrifa ensku og viljið að það sé hérna athugað hvort það sé rétt stafsett. Þetta ekki til fyrir íslensku. Hérna getið þið sett allt dæmið í full screen. Það svona þá þetta alveg fínt, þú veist, ef þið viljið bara hafa ekkert nema greinina fyrir framan ykkur. Það bara smekksatriði. Til að fara út úr því veljið hérna exit full screen. Þetta kannski að nefna það, þegar þið skoða þetta þá getur verið að þetta lítur svona út, þetta sýna ekki alla valmöguleikana, en til þess að bæta við valmöguleikum hérna uppi, þá vitað hérna show hide kitchen sink, en ekki spyrja mig af hverju þetta kallað kitchen sink. Ef þið viljið gera fyrirsagnir, hérna fyrirsögn 1, fyrirsögn 2. Ég mæli eindregið með að nota fyrirsagnir í greinunum ykkar, það algjörst lykilatriði. Að hafa textan svona vel, svona skipulega settan upp. En til þess að gera fyrirsögn, stóra fyrirsögn, þá farið hérna að velja paragraf, velja heading 1. Til að gera aðeins minni fyrirsögn, velja hérna heading 2. Previewum þetta. Það sjáum við, hérna stór fyrirsögn, hérna minni fyrirsögn. Yfirleitt þetta bara svart, en þýmið sem ég með gerir textan svona litaðan. Ég mæli reyndar með því að ekkert endilega vera að nota stærstu fyrirsögnunar inn í textanum, það alltaf hérna efst, sko. Titillinn á greininni, það stærsta fyrirsögnin, svo fínt að nota þessa næst stærstu fyrirsögn til þess að skipta textanum niður. Og næst, ef þið viljið breyta lit á texta, þá highlightið hann, veljið hérna, ítið á öruna hérna, þá getið þið valið alls konar liti eða þá farið inn á þetta og séð bara allan skalan, segjum til dæmis að ég vilja hafa þetta bleikt. Þá ger ég það svona, þá þetta alveg bleikt. Ég mæli reyndar ekki með að vera að lita textan eitthvað allt of mikið, það getur litið kjánalega út. Og í rauninni ekkert meira sem ég þarf að útskýra hérna, ég mæli bara með að þið fiktið í þessu og æfið ykkur. Það þarf ekkert, fyrstu greinarnar sem þið skrifið þurfa ekkert að vera fullkomnar, þið getið alveg komið tilbaka og breytt þeim. Og svo veit ég að fyrstu greinarnar sem ég skrifaði voru ekki góðar, svona þegar ég fer tilbaka og skoða þær þá voru þær ekki það góðar, en já. En hérna gleymdi ég alveg hvað ég var að tala út af þessari truflun hérna, en já, ég mæli svona bara með því að þið fiktið í þessu og æfið ykkur á þetta, og ég meina þið þurfið ekki til að birta greinarnar ef þið eru að fikta í þessum tökkum, þið getið bara gert preview og bara til að leika ykkur, en ég mæli með að læra vel á þetta. Þetta náttúrulega í rauninni lykilatriði að geta skrifa góða greinar sem líta vel út og vera læsilegar, en